og mig langar bara að bjóða ykkur velkomin á þennan upplýsingafund Vistorku og SSNI framtíð plastsins. Ég heiti Silja og er verkefnastjóri á SSNI og hef verið að vinna aðeins með þessu með hana Guðmundi og Vistorku. Fundurinn tekin upp ykkur til upplýsinga. Mig langar að biðja fólk að vera með á mute meðan að framsögur eru og nota endilega bæði réttu hönd í Zoom eða þá tjattið eða þið viljið koma spurningum eða athugasemdum á framfæri. Við munum byrja, hann Börkur frá Pure North að detta inn og hann mun byrja að segja lítið frá þeirra verkefnum og í kjölfari kemur Helgi Páls frá Terra og segir frá þeirra og svo verður þá svigrúm til spurninga og umræðina í kjölfarið því. Börkur, ert þú dottin inn? Sjá. Sá hann dettin áðan, alltaf þessi dottin út aftur. Nei, hérna hann. Já, hann hann. Börkur, heyrir í okkur? Heyrið þið í mér? Já, nú heyrum við í þér. Herri, ég ætlaði bara að gefa þér sviðið, gjör svo vel. Já, það hefur kærlega fyrir. Komið sæl, Börkur Smári heiti ég, kem frá Pure North Recycling í Hveragerði og við erum plastendurvinnsla eins og þið kannski þekkið. Við erum að endurvinna heyrúlluplast og þó nokkrar aðrar plasttegundir. Við höfum verið starfandi núna frá árinu 2015 og tókum í gagni núna á síðasta ári nýjan tækjabúnað sem stækkaði eða jók afköst endurvinnslunar umtalsvert og eru núna í rauninni stakk búin til þess að endurvinna allt heyrúlluplast sem fellur til landinu ásamt fjölmörgum öðrum tegundum af plasti og okkar endavara fullendurunnis plasta sem þú búin að taka það í gegnum þvottaferli, þurrk og bræða síðan aftur og setja í gegnum ferli sem bræðir og staðlar efnið þannig að verði að stöðlum plastperlum sem eru síðan sendar áfram í alls kyns framleiðslu. Ég er með smá kynningu sem mig langaði bara að sýna ykkur. Og hún hér, maður sjá. Ég ætla að stækka hana hérna, látum við vita að það virkar ekki. Þetta flott. Þetta flott, alright. Við erum bara hérna á smá myndbandi. Svona, já, nei, ég ætla ekki að spila aftur. Bara svona smá, almennar upplýsingar bara þetta blessaða plast okkar. Við erum að tala ótrúlega mikið magn sem að falla til. Við erum bara brota af heildinni, en það fellur samt ótrúlega mikið til hjá okkur sem við getum verið að koma í betri farvegi. Og
og okkar framtíðarsýn rauninni að allt plast sem fellur til á Íslandi verði endurunnið, hvort það sé með aðferðum sem eru til taks í dag hjá okkur eða öðrum. Það mikil þróun, mikil gerjun í þessum bransa og við erum að fylgjast mjög vel með öllu sem að gerast. Og í grunninn náttúrulega byggir þetta á, þetta ein löng virðiskeðja sem þarf að vera til staðar frá rauninni bæði okkur sem endurvinnsluaðila, söfnun, meðhöndlun, flokkun, neytendur, vöruhönnur, innflytjendur, birgjar og allir. Þetta rauninni að bera allir ákveðna ábyrgð í þessari keðju og við sem endurvinnsla erum bara einn hlekkur en aftur á móti þá getum við samt lagt töluvert af mörkum. Bara svona til upplýsinga þá langar maður að sýna ykkur bara hvernig ferlið okkar og þetta þetta bara fyrst svona gróf kurlun. Ef við tökum til dæmis bara heyrúlluplastið, svo þvoum við þetta í svona þeytimyndum með blöndu af gufu og heitu vatni og þaðan fer þetta í svona risastórt setkar þar sem eru bara svona spaðar sem snúast og berja plastið til og opna það og losa óhreinindi frá. Svo vatnið allt pressað úr í skrefi 4 og svo það aftur tætt niður, færi í gegnum svona 2 stiga þurrkun á í þeytivindu þar sem við erum að fjarlægja afganginn af svona ryki og sandi og svona vatn sem ennþá bara í dropar og fleira og síðan kemur loka þurrkun þar sem við notum heitt loft frá jarðgufu til þess að þurrka og síðan fer þetta í gegnum rauninni svona bræðsluferli þar sem við rauninni framleiðum þessar 100% endurunnu plastperlur. Og já, okkar svona ég veit ekki hvort úrgangsmeðullinn, þetta rauninni bara í okkar huga þetta bara mikið þjóðþrifamál og eins og kom fram í myndbandinu við tókum fyrirtækin á síðasta ári í svona átaksverkefni til þess að koma plasti til okkar beint og tryggja því viðurkenndan farveg og við erum bara á fleygiferð að stækka þennan ramma og meðal annars með sveitarfélögum. Þannig að þetta var svona kannski það sem mér langaði svona að koma á framfæri svona stuttlega. Já, takk fyrir það. Börkur, þar verður ekki alveg kannski allan fundið þannig að við erum með einhverjar svona spurningar til hans núna. Já, ég verð alveg til svona, ég get alveg verið allavega í rúmlega hálftími viðbót. Já, ok, þá bara væri þú til í að hætta að deila skjánum, Börkur? Já, fyrir ekki. Helgi, ert þú ekki hér á meðal vor? Já, heyrið í mér. Já, ég að finna þið þannig ég geti setti á skjáinn. Hvar ertu nú? Hérna, þú ert bara við hliðina á mér. Gjörðu svo vel og þú ætlar að segja okkur aðeins frá því sem þið eru að gera. Já, komið sæl. Og ég kannski lýsi fyrir ykkur svona hvað er að vera hjá okkur hérna á Eyjafjarðarsvæðinu og í hluta Þingeyjarsýslna. Við erum náttúrulega að reyna að nálgast þetta efni sem plastið og finna því farveg til endurvinnslu. Hérna á svæðinu höfum við notað kannski 3 aðferðir við að safna þessu frá heimilunum. Það þá kannski fyrsta og elsta leiðin að bjóða fólki upp á endurvinnslutunnu þar sem að pappírsefnum og plastefnum safnað saman í sömu tunnuna og reynt að halda plastsmælkinu í pokum. Síðan erum við með sértunnur í Þingeyjarsveit og Mývatnssveit fyrir plastúrgang og söfnum því sér frá heimilum. Og síðan kannski trompið okkar hérna á Akureyri erum við með þessar grenndarstöðvar þar sem eru sér gámar út allan bæ
þar sem við söfnum plasti. Og það auðvitað þannig að þessi plastsöfnun hefur svolítið tekið mið af þeim reglum sem að Úrvinnslusjóður setur. Hann þrengir okkur svolítið stakkin sem við erum að klíma við, þannig að við höfum bara einblínt á umbúðir fyrst og fremst. Og það umbúðir sem bera úrvinnslugjald og þetta úrvinnslugjald myndar auðvitað hvatan bæði fyrir okkur og sveitarfélögin að ráðast í þetta verkefni. Vegna þess að það fylgir þessu auðvitað mikill kostnaður að koma þessu til í einhvern endurvinnslu farveg. Plasttegundirnar eru auðvitað gríðarlega margar þó að þetta séu umbúðir allt saman og svona einsleit söfnun á plasti ekkert svo rosalega mikil nema þá í einstaka plastflokkum eins og heyrúlluplasti þá og stórsekkjum. Við erum að glíma líka við að safna sérstaklega plastfilmu og þegar við náum svona að einangra þetta plast og safna því einsleitu þá yfirlega miklu auðveldar að losna við það. Þess að það auðvitað alltaf þannig að það til lítils í rauninni að vera að safna plasti og koma til endurvinnslu ef það svo engin eftirspurn eftir því á mörkuðum til þess að nýta þá í frekari framleiðslu. Þess vegna kannski lendir dálítið stór hluti af þessu í orkuvinnslu eða hefur fram til þessa. Auðvitað mikið gerjun í gangi og Pure North náttúrulega að vinna mjög vel í þeim efnum að reyna að endurvinna þetta hérna heima. Það ruglar oft fólk í rýminu hvernig það á að flokka plastið og við höfum bara lagt áherslu á það að fólk safni umbúðum, alveg sama hvernig þeir eru gerðar. Síðan hafa fram til þessa okkar kaupendur eða þeir sem hafa móttekið plastið erlendis, tekið það sér að flokka það og koma því í ferla, þá annaðhvort í orkuvinnslu eða endurvinnslu. Og þannig að þetta flækir svolítið máli fyrir heimilum eða íbúum og hvað má fara hvert. En þetta samt sem áður allt á réttri leið. Það sem að gerir okkur líka svolítið erfitt fyrir að það þessar skyndilausnir í umhverfismálum sem að fólk grípur stundum til og að sumu leyti umhverfisvænt og gott eins og til dæmis notkun á þessum bíóbak innkaupapokum. Þeir eru samt sem áður ekki úr plasti en líta út alveg eins og plast og hefur gert okkur svolítið erfitt fyrir í endurvinnslu vegna þess að þetta eiginlega hvorki hægt að jarðgera með þeirri tækni sem að við búum yfir hérna hjá Moltu og þetta heldur ekki tækt til endurvinnslu. Og þetta að verða dálítið mikið vandamál. Við sjáum það til dæmis með efni í endurvinnslu tunnunni að fólk að safna plastsmælkinu í þessa poka. Þannig að innihaldið í þessum umbúðum endurvinnanlegt en ekki umbúðuna sjálfar, má vel að segja. Þannig að við erum svolítið hvað þetta varðar, þá erum við svolítið að búa til vandamál sjálf. Plastið þetta frábært efni og hægt að endurvinna það oft, en svo eru ýmsar svona hólur á leiðinni sem við erum svolítið að detta ofan í. En það svo sem að verða meiri og meiri vakning alltaf reynt og við kannski höfum ekki horft nægilega til þess að þetta plast sem við erum að nota getum við notað oftar en einu sinni. Plastburðarpoki ekki einnota plast, hann fjölnota plast. En við höfum svo sem ekkert verið að agitera neitt fyrir því. Heldur frekar hvatt fólk til þess að kaupa sér sérstaka fjölnota poka sem að á endanum verður svo ekki hægt að endurvinna. Þannig að maður svona spyr sig hvort að þetta sé vegferð sem við eigum að fara í, að beina fólki á þessa braut. En
En sitt sýnist hverjum auðvitað í þessu. Og ef við tölum kannski aðeins árangurinn á söfnuninni, íbúana hérna, og þá tók ég svona saman bara tölu á síðasta ári, hérna bara fyrir Akureyri, þá eru svona plastumbúðir, heimilislega plastumbúðir, þá erum við að safna tæplega 180 tonnum sem að fara þá, sem að við höfum fram til þessa verið að safna sér, þá á ég ekki við plast sem að koma inn í gegnum svona endurvinnslutunnu eða það sem þetta ekki sér safnað. Þetta svona sérsöfnun á plasti sem að skila okkur þessu 180 tonnum, sem held ég mjög góður árangur, sérstaklega þegar við horfum til þess að árangurinn mældur í kílóum en ekki í rúmmáli. Og þetta kerfi okkar hérna hefur auðvitað leitt til þess að það hægt að minnka tíðni á losun á heimilisúrgangi vegna þess að þessi rúmmálsfreki úrgangur, fólk hefur tækifæri til þess að skila honum á grenndarstöðvar. Þannig að þetta er mjög jákvæð aðferð, teljum við vera, og maður heyrir þrýsting hérna frá fólki á Eyjafjarðarsvæðinu að hvort það sé ekki að vera tímabært bara að láta líða lengra á milli safnana á heimilissorpi til urðunar. Það er að verða svo lítið magn í tunnunni. Lífræni úrgangurinn kominn út úr, plastumbúðirnar og pappaumbúðirnar, þessar rúmmálsfreku eru að fara í annan farveg. Þannig að þetta á eftir að skila okkur heilmiklu í framtíðinni. Og tunnurnar gætu þá, sorptunnurnar gætu þá annarkvort minnkað eða tíðnin yrði lengra á milli losana. Það líka hjálpar okkur svolítið í þessu kerfi að hafa söfnunarílátin á heimilum svona mátulega stór til þess að ýta undir það að fólk komi þessum efnum til að mynda á grenndarstöðvar. Og þegar það eru sérílát eins og í Mývatnssveit og Þingeyjarsveit fyrir okkar svæði fyrir þessi efni, annars vegar pappírsefni og hins vegar plastefni, þá er alltaf miklu meiri möguleiki fyrir fólk að rúmmálsminnka. Eins og tunna fulla plasti, hún er ekki að vigta nema einhver örfá kíló. Og meðan að lífræni úrgangurinn og ryksugupókarnir sem að fara sumstaðar í sorp, náttúrulega, það er massin og það er stóra klíman. Hérna á Akureyri höfum við alveg frá upphafi kerfisins sem við tókum upp 2010, þá minnkum við eiginlega magn til urðunar 50% strax, rúmlega 50%. Og það hefur svona nokkurn veginn haldist, þrátt fyrir náttúrulega íbúafjölgun og svo litið breytt neyslumynstur. Þannig að við erum svona í einhverjum 47 til 9% af þeim úrgangi sem að fellur til sem fer til urðunar. Ég held að þetta sé mjög gott og þá horfi ég einungis til heimilana. Fyrirtækin hérna á Akureyri hafa staðið sig ágætlega líka. Þar er náttúrulega kannski úrgangurinn annars konar. Þar erum við að glíma við alls konar byggingarúrgang, til dæmis úr plasti. Við erum að tala plaströr af ýmsum gerðum. Síðan eru í bílavarahlutir og alls kyns svona plasthlutir sem að berast okkur og því miður hefur okkur ekki auðnast að finna því viðunandi farveg öðruvísi en að það kosti heilmikið. Og þá kannski, þá vantar okkur svolítið hvatan og okkur finnst stundum að úrvinnslusjóður og hið opinbera sé svolítið lengi að taka við sér að koma þessu svona í farveg. Þannig ég segi þetta gott frá að minni hálfu. Já, takk fyrir þetta. Þetta er upplýsandi frá okkur báðum. Mér langaði kannski örlítið, ég sé engar hendur á lofti, en mér langar að opna fyrir spurningar og umræður. Ég var að velta fyrir mér Börkur
þið gerðu ekki fyrir löngu smá samstarfssamning við HR. Í hverju, kannski þú segir okkur örsnögt svona, í hverju hann felst? Já, alveg sjálfsagt. Sko, sá samningur er tiltölulega opinn og hann byggir bara á því að það er sjálfbærnisetur Háskólans í Reykjavík sem við erum að gera svona rannsóknar- og þróunarsamning við. Þannig að hann felst í því að við munum sko koma með tillögur að verkefnum byggt á þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í dag, bæði þegar kemur að vinnsluferlinu sjálfu, söfnun, magngreiningum, massaflæði og öðrum áskorunum meiri sem tengjast sko rauninni rammanum einmitt sem Helgi er að tala úrvinnslusjóður, og ég skal alveg taka undir með Helga. Úrvinnslusjóður er frábært rauninni sko, já, apparat í rauninni, og hann á hlutverk hans er að skapa hagræna hvata til endurvinnslu. Og en við erum hjartanlega sammála Helga þegar hann segir að hann bregst svolítið hægt og seint við, á meðan þessi markaður og þessi geiri er að breytast á ótrúlegum hraða. Það bara mikill munur milli ára, og ef við ætlum að ná einhverjum almennum árangri þá þarf rauninni þessi sjóður að vera dýnamískari heldur en hann í dag. Og en aftur að kannski HR samtalinu, einmitt, hann snýst bara þróunarverkefni þar sem nemendur og í bæði grunn- og meistarnámi og síðan prófessorar, að við stöndum saman að því að skilgreina ákveðin umbóta- og rannsóknarverkefni sem tengjast endurvinnslu, og mögulega mun það víkka síðan út í fleiri geira heldur en bara plasti. Já, takk fyrir þetta. Eru einhverjar spurningar til Helga Barkar eða umræðu punktar sem þið viljið koma að, þið sem eru sitt í fundin? Ég sé Svein hana með hendi. Nú, já. Vel spottað, takk. Sveinn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Takk fyrir mjög fína kynningar. Þetta er mjög áhugavert í náttúrulega öllu samhengi. Ég með kannski nokkrar, eða svona 2 spurningar til þín, Börkur. Önnur pínu tæknileg, varðandi örplast, hvort þið fylgist með örplasti og sem sagt hvort það sé tekið eitthvað á því eða hvort það myndist í þessu ferli. Og svo þá í rauninni sama spurning til eitthvað beggja, sko, þegar kemur á úrvinnslusjóði, ef að þið fengið alveg að ráða, hver væru næstu skref hjá úrvinnslusjóði? Og síðan varðandi Helga, þetta er auðvitað ótrúlega margt búið að gera, sér maður. Það sem maður veltir aðeins fyrir sér kannski og það er svona kannski líka bara umræðupunktur svona fyrir hópinn. Þetta er auðvitað ótrúlega mikill úrgangur sem við erum að kljást við. Þú nefnir þetta 180 tonn sem auðvitað frábært að safna því, en best hefði verið að losna við það að þurfa að eiga við þetta. En ég velti svona aðeins fyrir mér, sko, á okkar vettvangi SSNE, getum við gert meira til þess að hvetja fólk til þess að sleppa því að kaupa það sem að skilar þessum úrgangi, og þá meira að beina viðskiptum í átt að raunverulegur hringrásarhagkerfi á svæðinu þar sem ekki verið að búa til plastúrgang og eða annan úrgang. En svona kannski meira spesifist til þín, Helgi, sem sagt, þú nefnir heimilisúrganginn mikið. Ég hefði gjarnan viljað fá að vita svolítið, sko, hvað er hlutfall heimilisúrgangs á móts við iðnaðar eða svona rekstrarúrganginn, og þá sem sagt hvaða tækifærið þú sérð í því að eiga við rekstrarúrganginn í meira mæli. Og síðan þá varðandi lífræna úrganginn, ég er algjörlega sammála í þessu að það er auðvitað stóra málið. Svona bara hver er kostnaðurinn við að safna eins og við gerum þetta í dag, og þá kannski möguleikarnir sem við höfum til þess að minnka, ef þú myndir ráða þess alveg sjálfur, hvernig sæir þú fyrir þér? Hvað getum við í rauninni safnað almennum úrgangi sjaldan ef við erum að taka lífræna úrganginn alveg út og nýta hann
eins og á við bara í heimabyggð og eins og á við með því að sem sagt koma honum fyrir í moltun. Þetta svona mínar hugleiðingar. Já, takk fyrir þetta, Sveinn. Þetta var sletta spurningum. Börkur, ert þú? Já, ég skal byrja bara tæknum bara örplasti fyrst. Sko, það er rétt í öðrunni þegar við tætum plastið niður og þegar við gegnum allar þessar þeytivindur, það fellur bæði til, við þurfum að soga raunni, það er afsog á ryki á einum stað í fellinu og svo raunni síun á frávatsvatninu og fráveituvatninu í rauninni á 2 stöðum. Og þar náum við langmestu af örplastinu sem í þvottavatninu. Og það örplast höfum við gert samning að fari til brennslu í kölku. Þannig að kalka að taka við rauninni örplastinu frá okkur sem í dag rauninni, þetta er kannski ekki, örplast er náttúrulega kannski eitthvað víð skilgreining en plasti sem við erum að díla við, þetta eru agnir sem eru kannski svona 2-3 millimetrar í þvermál og það fellur töluvert til af þessu en við erum með tvöfaldan síubúnað sem tekur allt þetta. Og ef það er eitthvað sem fellur til að þá okkar frárennsliskerfi tengt við hreinsistöðin í Hveragerði og þar sem plasti bara olíu á föstu formi þá mun það alltaf vera gripið í olíuskiljum áður en það fer síðan út í náttúrulega umhverfi. Svarar þetta örplastspurningunni, Sveinn? Right. Næsta, úrvinnslusjóður. Hvað myndi ég að gera? Við myndum strax vilja sjá miklu meiri skiptingu á áherslum. Úrvinnslusjóður hingað til hefur eðlilega einblínt á kostnað og skipulag við það að safna endurvinnsluefnum og flytja þau úr landi. Þannig að flutningsjöfnun til dæmis ekki greidd ef úrgangur fellur til á 4 útflutningshöfnum á Íslandi. Ísafirði, Reyðarfirði, Akureyri og Reykjavík. Þannig að hingað til hefur við til dæmis okkar samstarfi fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, við höfum ekki getað fengið stuðning til þess að flytja plastefni til endurvinnslu til Hveragerðis því að Hveragerði er ekki núllpunktur, ekki útflutningshöfn. Og þar lendi hefur skapast aðeins öfugur hvati við það fyrir alla þegna á Íslandi að koma plasti til okkar, til dæmis af Eyjafjarðarsvæðinu, heyrúlluplast. Við höfum ekki fengið neitt heyrúlluplast af Eyjafjarðarsvæðinu af því að það er engin flutningsjöfnun. Af því að Akureyri er núllpunktur og Eyjafjörður líka þó að Eyjafjörður sé töluvert langur og það er langt að keyra ef þú býrð innst í Eyjafirði. En auðvitað ennþá lengra að keyra til Hveragerðis en ef þú hefur val að koma með plastið okkar til heyrúlluplasti til Hveragerðis eða senda þetta til Malasíu eins og mikið að þið hefur verið að fara undanfarin ár. Hvort myndið þú velja? Við höfum til dæmis sýnt fram á umtalsverðan umhverfisávinning af því að endurvinna plast á Íslandi, samanborið við bara state of the art endurvinnslur í Evrópu. Þegar við erum að nota gufu og við erum að nota rafmagn sem náttúrulega allir Íslendingar búa svo vel að geta nota rafmagn sem ber mjög lágt kolefnisspor. En það bara sýnir sér svart á hvítu hvað það skiptir máli. Þannig að, og við horfum á þetta, við erum kannski við erum pínu bastarður kannski í þessu kerfi úrvinnslusjóðs og við höfum alltaf verið það og höfum alveg þurft að vinna fyrir hvar við erum í dag, gagnvart í að fá sjóðinn til þess að breyta rauninni sínu formi og þannig að þess vegna var ég kannski að vísa á hana að sjóðinn þyrfti að vera dýnamískari, nú er gerjun, það er nýsköpun í gangi, ég held að eftir 5 ár þá verður komin einhver önnur endurvinnsla, hvort sem það sé gler eða pappír eða önnur á plasti eða fleiri líka endurvinnslu með lífrænan úrgang og svo framvegis. Þannig að úrvinnslusjóður þetta opna eins ramma sinn, horfa á hver er þróunin, setja sér einhvern veginn markmið þannig að hann styðji líka við innlenda endurvinnslu. Og það er eitthvað sem við svolítið verið að tala svolítið mikið í stjórnmálunum en við höfum alltaf fengið þau skilaboð að úrvinnslusjóður kannski hefur ekki fengið nægilega skýran ramma að megi taka það inn í myndina þegar á að skoða greiðslur eða breyta einhverju. Að tala allir að endurvinna innanlands en hvatinn hefur hingað til ekki verið til staðar. Þannig já, var eitthvað annað sem þú vildi senda á mig? Magn heimilisúrgangs og þessi síðunar eða hvað varst ekki að nefna það? Það er kannski Helgi sem var frekar með það. Já. Ok, Helgi?
Má ég aðeins koma, ég hérna hjá Argrim, hjá Terra, Reykjavík. Ég kann ekki alveg á þetta kerfi til að rétta upp hendi eða neitt svoleiðis, en til að svara spurningunni varðandi sem sagt að losna við plastið, að þá það nú þannig að matvælaframleiðslan, hún þarf á þessu plasti að halda. Og þá erum við að tala sem sagt fyrst og fremst laminerað plast, sem sá plasthluti sem fer að stæðstum hluta í orkuvinnslu. Eins og við erum að flytja ykkur 3000 tonn af plasti út og við erum með endurvinnslu hlutfall upp á 67% og 30% að fara í orkuvinnslu. Þetta við allt plastið okkar, það segja í heildinni. Ef við tökum bara plastið sem að koma frá heimilunum, sem skilgreind á ákveðinn hátt í úrvinnslulögunum, þá það plast að fara allt til Þýskalands til þess og flokkað þar. Og það flokkað í eftir mjög ströngu kerfi sem fylgir der grønne punkt og það allt gert í Evrópu og það plast fer allt í vinnslu í Evrópu. Það að segja, plastið sem fer í orkuvinnslu tekið og það unnið meira og notað í iðnaði þar sem að menn að nota plast sem blása inn, eins og væri að blása inn olíu til upphitunar. Hitt plastið að stórum hluta að fara aftur í sama plast, jafnvel, eða þá að það fer í aðra plastvöru sem skal ég segja þurfa ekki að vera með sömu spesifikasjón á plasti. Þannig að það verður erfitt alltaf að hætta að nota plast, sérstaklega í matvæliðinaði. Það eitthvað sem ef þú hættir að nota plast þar, þá eykur bara í sama hlutfalli sóun og mér skilst að sóun sé í kringum 30% í dag, þannig að hún myndi bara magnast mjög mikið við að fara í þá áttina. Varðandi úrvinnslusjóð, og þá úrvinnslusjóður í rauninni hugsaður á þeim tíma að jafna möguleika á að koma plasti til endurvinnslu. Og hann í rauninni að virka alveg ágætlega fyrir umbúðir. En á sama tíma, og þessi umbúðalöggjöf kemur, að á sama tíma þá heyrúlluplast sett inn sem umbúðir, á ekkert skylt við umbúðir. Það plast sem notað í landbúnaði. Og það plast verið að greiða, tökum bara sem dæmi, þeir sem að kaupa landbúnaðarplast, þeir greiða 28 krónur af hverju kíló í úrvinnslugjald í innflutningi. Sá sem að flytja inn matvöru, hann að borga 28 krónur af plastinu sem að í úrvinnslugjald. Síðan skoðum við heildarkostnaðinn hver að borga málaflokkurinn sem slíkur, af því að þá bara 28 krónur í landbúnaðarplasti, en ég geti ímyndað mér að landbúnaðarplasti var að taka yfir 70% af úthlutunum úr sjóðnum. Þannig að það ekki bara að úrvinnslusjóður sé að standa aðeins á bremsunni, þá þarf að fara að færa þennan kostnað að bændur sem nota plastið borgi í samræmi við það sem kostar að endurvinna. Og það verður kannski gaman að fá Börk til að segja hvað kostar endurvinnslan hjá honum í Hveragerði miðað við það sem að koma úr úrvinnslusjóð. Það að segja miðað við það sem greitt inn í úrvinnslusjóð, því að það sem við erum að safna í landbúnaðarplasti mjög há prósent af heildinni. Það að segja við erum að ná mjög miklu plasti í söfnun á öllu landinu. Ég skal taka boltann, eins og Argrim að segja. Það lagt frekar flatt, eða nokkur flatt úrvinnslugjald. Nú fraus hann. Sem safnað frá bændum, ef það flutt út til endurvinnslu þá breyta 38 krónur.
Fyrir 2 árum síðan þá sem sagt, fórum við í verkefni sem snerist að því að reyna að reikna út óhreinindi í plastinu, því plast sem við fáum höfum fengið, það náttúrulega bara kemur beint frá bændum, í því annarkvort mikið af vatni, það eru grjót, það hafa komið ýmsir hlutir með þessu plasti sem eigi ekki að koma og það náttúrulega bara liggur svolítið hjá þeim sem eru að nota plast og hvernig þeir umgangast það. Þannig að greiðslu til okkar fyrir full endurunni plast, það takar bara mið af því hvað mikil óhreinindi falla út. Þannig og í dag erum við að miða við að séu svona kringum 50% óhreinindi, þannig að þessi greiðsla er búin að tvöfaldast og í dag 90 krónur. Þannig að það kostar 90 krónur fyrir hvert tonn af full endurunnu heyrúlluplasti sem kemur út úr okkar endurvinnslu. Þannig að við þurfum 2 til 2,5 tonn inn af heyrúlluplasti til þess að framleiða 1. Þar kemur í rauninni mergur málsins það að bændur ganga illa plastið og þess vegna þessi prósent og þetta er þessi prósenta sem Sveinn er að tala Börkur er að tala sem endurvinnsluhlutfall að hún liggur í 53 til 65%, þar að segja sem út að ná af plasti aftur inn í vinnsluna eftir því, en það fer mikið eftir því sem sagt hvernig bændur að ganga frá plastinu og því miður að þá það bara verður að segjast að stór hluti þeirra sem að safna heyrúlluplasti að verða fyrir því að eða sem sagt bændur sem að safna að sem sagt út með 1 eða 2 bændur sem að vinna mjög gott verk en svo kemur 1 sem eyðileggur allt. Og í rauninni ætti endurvinnsluhlutfall miðað við það ef við getum náðust betur frá bændum að hann ætti að liggja í kringum svona, 65–75%. Þá það fyrst og fremst raki og ryk sem að myndi verða það sem fær í frákastið. Þannig að það verk að vinna þar og auðvitað kemur að því að það þarf að það gengur ekki að almenningur sé að borga beint í þessa sjóðu til þess að segja að það endurvinna plast, heyrúlluplast. Aðeins benda svo aðeins á varðandi matvælaplastið hitt sem að að koma, þá má benda það að við hjá Terra, við fjárfestum fyrir rúma 200 milljónir í vél til þess að flokka. Þar sem við getum flokka plast í 5 eða í allar tegundnar, þar að segja 7. tegundin í plasti plast sem samastendur af fleiri en einni tegund. Síðan eru allar hinar tegundnar sem getum við flokkað og skilað með einhverju 95% öryggi að það sé rétt plast. Þetta nákvæmlega sama og gert til dæmis þar sem að við erum að senda plast út. Það fer í gegnum svona vélar nema þessi fyrirtæki sem eru úti það eiga 7 vélar sem þetta fer í gegnum, þar að þeir taka hverja plasttegund í hverju rönni sem þeir keyra. Við þurfum að keyra mjög mörg rönn til þess að ná plastinu hreinu og þá kemur þetta spurningin hver á að borga þetta. Og það alltaf það kostar töluvert að senda þetta út en þar gerir kerfið ráð fyrir því að þar úrvinnsluaðilinn en til dæmis við Terra á Íslandi við erum bara þjónustuaðili. Það að segja að kerfið getur ekki tekið á því að borga okkur fyrir flokkunina. Það sama eins og til dæmis þeir í Hveragerði að tala að þeir myndu vilja fá meiri pening í þessu endurvinnslu vegna þess að þetta alveg rosalega flókið. Þetta alveg hræðilega flókið að þetta plast að endurvinna það. Og það ekki plast af sömu tegund ekki af sömu tegund. Það að segja ef þú tekur PET sem að aukast 10% að jafnaði í heiminum, eða í Evrópu á hverju ári, það bara, þar getum við endurunnið flöskurnar. Það væri mjög einfalt. Það sama PET-ið. En leið og fer síðan í PET-bakka eða eitthvað svoleiðis, þá áttu komið önnur efni í plasti sem erfilegt að endurvinna. Og ég með til dæmis Terra, við erum með cirka 50 tonn núna í Hollandi sem við erum í vandræði með vegna þess að það enginn sem vill kaupa. Það mjög hreint plast af PET-plast en það með 80% endurhlutfall af PET-i.
og þannig að þetta bara barningur í alla staði og ég get ekki alveg séð það sko að við hérna á Íslandi með þeirri tækni sem við höfum í dag getum farið að endurvinna meira hérna. Það sem sagt, ég sé það ekki gera sko, það alveg sko við erum að tala fjárfestingu upp á kannski 2 milljarða fyrir örfá tonn af plasti, þannig að ég get ekki séð alveg að það komi til með að bera sig. Svo ég sé aðeins svartsýnn. Já, takk fyrir þetta. En þá komum við kannski samt örlítið að því sem að Sveinn kom inn á í staðan fyrir að við getum verið að endurvinna að taka á móti mjög miklu. Þú veist, þarf ekki að byrja hinum megin og hvað getum við gert til að minnka hreinlega neysluna eða setja inn einhvern farveg sem að verður einfaldar í úrvinnslu. Já, sko, að ég kem nú sem sagt úr umbúðabransanum líka, ég starfaði þar lengi hjá Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna og 1990 þá kom löggjöf í Evrópu og það stofnuð 2 kerfi, annars vegar Der Grønne Punkt sem var í Þýskalandi og svo RESI. RESI-kerfi var fyrir flutningsumbúðir og Der Grønne Punkt var fyrir almennar umbúðir sem komu frá neytendum. Það sem gerist þá var það til dæmis ég man eftir að ég var að kaupa plast og þá var þykktin á plastinu sko 0,5. Það var skorið niður í 0,2. Bylgjupappi var skorið niður, þannig að við minnkuðum magna plasti alveg 40% sko. En það kemur alltaf að þessu sama með þegar þú komið með sérvöru, til dæmis getum tekið sem dæmi að ef þú ert að pakka vöru sem að má frysta, þá sér maður í búðunum að það verið að pakka með lamineruð plasti sem algjör della því að laminerað plasti gerir ekkert fyrir vöruna í frystinum en aftur á móti polyethylín hreint, það aftur á móti passar það að varan þornar ekki. Það að segja ef þú býrð filma sem að fer í frysti og að menn að setja polyamid og polyethylín saman þá ertu búin að búa til vöru sem ekki hægt að endurvinna en ef þú væri bara með polyethylín þá væri mjög einfalt að koma inn í endurvinnslu. Þannig að fólk ofta vill gera vel og sérstaklega til dæmis að fá að þessu þarf að fá hönnuðina. Þeir sem eru að búa til umbúðina, það er þeir sem að hafa meira að segja hvernig plast sett notað í vöruna. En þetta að breytast. Takk fyrir þetta. Ég sé að Guðmundur komið með hendi á loft. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það og takk fyrir góða þáttöku í þessu fundi. Það sem væri náttúrulega gaman að heyra eða þú veist það sem fróðlegt í þessu að sjá allar þessar hindranir sem við erum með í kerfunum okkar, þessari plastvöru sem greinilega mjög fjölbreytt og erfitt að ná utanum. Það þarf helst efnafræði til þess að skilja hvað verið að. Ég til dæmis þegar ég tók bara í gær hérna ein vara sem ef þið sjáu þetta þið kannski sérfræðingar gætu útskýrt fyrir mér hvernig ég á að flokka þetta. Á þessari vöru stendur 50% pappi og 50% plast. Þetta forsíðan af tortillapakka og afturpakkin plast sem stóð á mætti flokki plast. En síðan stendur á þessari vöru að ég að fara eftir ráðleggingum svæðisins hvernig ég að flokka framhliðina. Þannig að þetta fyrir svona neytendur þetta alveg skelfilegt umhverfi og við heyrum þegar við erum búin að nefna með baggaplastið eða landbúnaðarplastið að það bæði umgengni þeirra sem eru með plastið og svo úrvinnslusjóður og svo það sem Börkur nefnir með flutningsjöfnun. Síðan erum við með það sem að úrvinnslusjóður virðist hafa tekið ágætlega utanum. Það náttúrulega allar þessar flöskur, plastflöskur og annað og svona kannski þessar umbúða hluti en síðan nefnir Helgi með bíóplasti sem kemur inn. Þannig að við erum búin að flækja þennan heim alveg óhemju mikið og fyrir neytendur að reyna að fá þá til að taka þátt. Vissulega eins og Helgi segir, við erum með ágætiskerfi í svona þessar söfnunarstaði og annað. En þessi aðskilnaður á vörunni rosalega mikilvægur, held ég skil Helga rétt, að ná strax hjá þeim sem eru, hvort sem það á byggingarstað eða hjá mötuneyti eða hvar sem það eða hjá bændumanna, að ná þessum aðskilnað og þessum hreinleika strax. Þetta var bara svona innlegg frá mér.
Má ég svara aðeins með þennan póka? Það sem gerist með þennan póka, ef þessi póki kemur til okkar, með, sem þá svona hipsum haps hvort hann flokkist sem plast eða sem pappír. Að tvennu illu, þá myndi ég, ef ég væri þú, flokka hann með plasti. Það sem gerist með pókan það að hann fer í flokkun og flokkaður frá og lendir í orkuvinnslu. Og þá erum við ekki að sóa hann inn í sjálfu sér. En þetta ég ekkert viss að sá sem að pakkar þessari vöru, hann þurfi ákvörðugt að hafa þetta svona. Þeir eru bara að veðja á að neytendum finnst líður betur með að kaupa vöru sem að samastendur af plasti og pappír. Tökum sem dæmi eins og MS sem alltaf verið að gagnrýna fyrir það hvað þeir séu mikil plast framleiðendur. En allt plasti sem þeir eru með, það allt einsleitt. Nema einhver örfá, til dæmis eins og osturinn, hann með samsett plast. Og þetta sem kallast skvísa, það samsett plast. En að flokkað með plasti, það flokkað frá síðan og lendir í orkuvinnslunni. Þannig að tvennu illu þá fer þetta ekki alveg, að urðaplast algjör della. En að geta nota plastið í eitthvað annað, það náttúrulega eitthvað sem við verðum að stefna. Við getum ekki endurunnið allt. Og það búið, menn eru byrjað að gera sér grein fyrir því og það verið að tala núna aðrar leiðir til endurvinnslu og þar á meðal verið að tala að fara með efnafræðilega endurvinnslu sem hefur ekki verið samþykkt almennt í Evrópu að gera. Þannig hvað ertu með þegar út búin? Ég vissi til dæmis þegar þeir voru á Akureyri að endurvinna olíu úr feiti, hvað voru þeir með? Voru þeir með úrgang eða voru þeir með olíu? Bírókrati fer alveg á fleygiferð. Þannig bara þetta. Sveinn, þú ert komið með hendi á loft svo fyrir svona aðeins að styttast í þessu hjá okkur. Já, ég sakna ennþá svarsins varðandi kostnaðinn við söfnun á lífrænum úrgangi og eins þá svona hugleiðingum það að ef við söfnum lífrænum úrgangi, hvað getum við þá dregið mikið úr tíðni söfnunar á öðru, sem ég held að sé grundvallaratriði þegar kemur að kostnaði og eins þá í rauninni við skulum átta okkur á því að það kostar auðvitað olíu að sækja allan þennan úrgang og því tengt bruni jarðefnaeldsneytis með tilfallandi kolefnislosun. En ég held að við þurfum að horfa á þetta í heild sinni og ég alveg sammála Arngrími í því og ég held til dæmis að bara fræðslan sem ég hef fengið það kann að vera allir aðrir hafi vitað þetta plastið, en ég allavega vissi það ekki. Bara fræðslan sem liggur í því sem Arngrímur hefur sagt okkur gæti nýst matvælaframleiðendum á svæðinu bara mjög til að bæta sínar umbúðir, en það má heldur ekki gleyma hvötunum til vöruþróunar. Það verið að þróa í dag nýjar umbúðir, segjum úr þara og fleiru og við þurfum að passa upp á það að hafa réttu hvatana fyrir sem til nýsköpunar. Já, sammála þér. Ég skal svara þetta með sorphirðuna. Við vitum að kerfum sem eru alveg komin upp í mánuð og það gengur alveg og en þú þarf bara að taka tillit til barnafjölskylda og annarra sem þurfa betri þjónustu og það á ekki vera flókið að setja upp 2 tunnur hjá einum sem á fíbura eða eitthvað svoleiðis og þá hann hamingjusamur. Þá allir hamingjusamir. Það alveg hægt að fækka þessum ferðum mjög mikið. Já, takk. Sóli, þú ert komið með hendi á loft, gjörðu svo vel. Já, takk. Af því að þetta svona aðeins búið að afvegalegast frá nákvæmlega plastinu, þá langar mér bara að nýta tækifæri af því að þetta með að sækja sorp til fólks, ég meina hvort að það getur verið inn í myndinni að það getur verið valkvæð þjónusta, það að segja að þú bara greiðir fyrir eða vilt láta sækja sorp heimtíðin en annars getur þú farið með það á grendastöðar. Er þetta eitthvað sem að Terra hefur skoðað eða þekkir til annar staðar? Já, við höfum skoðað mikið af þessu og ég til dæmis fæddur uppalinn í Kópavogi. Þar er eitt sorphirðukerfið sem ég er ekkert ofhrifinn af, en það virkar samt. Kerfi sem til að mynda í Reykjavík, þar getur þú valið alla flokka nema gráutunnuna þína, eða almenna úrganginn. Hvenær sá dagur kemur að íbúum verður boðið að fara út á grendastöð með almenna úrganginn og jafnvel lífræna úrganginn,
ég held hann sé ekkit langt undan. Það gerist. Veist, og það til dæmis sérstaklega í hverfum þar sem sameind fólk að koma upp einni stöð og grenndarstöð þar sem fólk fer og síðan þjónustaðir sækir til. Ég held að það sé miklu styttra í þetta heldur en við gerum okkur grein fyrir. Já, takk. Börkur þurfti að fara, hann kastaði kveðju á okkur í gegnum Messenger hjá mér. Eru einhverjir að brenna inni með spurningar til þá terramanna eða einhver annara? En þá langaði mig, ef ekki, þá langaði mig að þakka kærlega fyrir þessa umræðu og innleggin. Ég held að maður sé sífellt að fræðast og ég held að séu margir möguleikar, bæði til nýsköpunar og fræðslu í þessum málum. Þannig að við munum halda áfram að skoða þetta hérna hjá okkur, SSNI og Vistorku og fleiri og í samtali við fleiri. Þannig að mig langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir að koma á fundinn og taka þátt. Eigið góðan dag. Takk. Takk.